Landsbankinn á meira en nóg af eignum til að standa undir innistæðutryggingum vegna Icesave-reikninganna, segir Sigurjón Þ. Árnason, fyrrverandi bankastjóri Landsbankans. Að finna kaupendur getur þó reynst þrautin þyngri. Sindri Sindrason. Íslenska ríkið þarf að öllum líkindum að greiða allt að 640 milljarða íslenskra króna vegna Icesave til að ná fullum sáttum við Breta og Hollendinga. Sigurjón segir að virði eigna bankans aðeins í Bretlandi, Hollandi og í Luxemburg. Í dag, þráttur að hafa tjónast mjög mikið núna á undanförnum vikum, séu áleika mikið og öll innlán Landsbankans á erlendu vettvangi. Þar með talið Icesave. En heildarinnlán Landsbankans á erlendum vettvangi nam 1300 milljörðum króna. En hvers konar eignir að ræða? Þetta bara stórt lánasafn, bæði á Íslandi, í Bretlandi, Hollandi og síðan hefur við ákveð lánasafn í Kanada, Noregi. En á hversu miklum afslætti verður að selja eignirnar í dag og eru til einhverjir kaupendur á svona tímum? Ég myndi nú halda að það sé ekki mjög mikið af eignum sem sé hægt að selja akkurat í dag. Einfaldlega vegna þess að svona söluhæfustu eignirnar hafa þegar verið rifnar út vegna þess að menn voru búin að leggja þeirra veði fyrir ákveðnum annarri lántöku og síðan eru aðstæður í heiminum í dag náttúrulega óvenju slæmar þannig að jafnvel góðar eignir er ekki hægt að fá eðlilegt verð fyrir í dag. Og því óráðlegt að selja. Þetta gerist þá þannig, segir Sigurjón, að útvega þar lánsfé og síðan er það greitt tilbaka með þessum eignum. Hver á að lána getur einnig reynst erfitt, segir Sigurjón. Hann segir innlánstryggingakerfið í Evrópu meingallað, hugmyndafræðin með EES og ESB sé að sé að ræða eitt land. Og hversu ætti það ekki vera þá einn sjóður á bakvið það bankakerfi sem er þar, í því landi sem það er að segja evrulandinu. Þannig myndi sameinað evruríki takast á við vanda sem þennan en ekki hvert og eitt ríki fyrir sig.